Fyrir rúmum 1000 árum settu Íslendingar á laggirnar þjóðþing á Þingvöllum, Alþingi. Á hátíðis- og tyllidögum erum við stolt af sögu þessarar elstu og æðstu sameiginlegu stofnunar landsmanna. Nú svo komið að Alþingi máttlaust, ráðherrar ráða of miklu á kostnað hins þjóðkjörna þings. Framsóknarflokkurinn telur brýnt að samin verði ný og nútímaleg stjórnarskrá sem tryggir styrk og sjálfstæði Alþingis. Stjórnarskráin þarf að setja ráðherrunum skorður, tryggja öflugt lýðræði, réttlæti, gagnsæi og skilvirkni í samfélaginu. Framsóknarflokkurinn hefur barist fyrir því að ný og framsækin stjórnarskrá verði samin af sérstöku stjórnlagaþingi þar sem eiga sæti þjóðkjörnir fulltrúar almennings í landinu. Aðskilnað löggjafar og framkvæmdavalds þarf að skerpa til muna og ráðherrar, fulltrúar framkvæmdavaldsins, eiga ekki að gegna þingmennsku. Við viljum að valdið verði fært meira í hendurnar á almenningi. Þess vegna þarf að auka heimildir til þjóðaratkvæðagreiðslu. Við kosningar til Alþingis og sveitastjórna þarf að búa svo hnúta að kjósendur geti í auknum mæli valið persónur en ekki flokka. Jafnframt þarf að jafna vægi atkvæða á landsvísu. Stór hluti þess að lýðræði virki að fagleg og málefnaleg vinnubrögð sé í heiðri höfð. Við viljum að stjórnvöld hlusti á gagnrýni, beri virðingu fyrir ólíkum sjónarmiðum og leiti faglegra lausna í álitamálum á grundvelli samvinnu og ráðgjafar, innlendrar sem erlendrar. Fjölmiðlar, fjórðavaldið, þurfa að vera fjölbreytilegir og ritstjórnir þeirra verða að vera sjálfstæðar og eignarhald á fjölmiðlum gagnsætt. Framsóknarflokkurinn lýðræðisflokkur. Kosningarnar 25. apríl haldnar að frumkvæði Framsóknarflokksins eftir ríka og skiljanlega kröfu almennings þar í búsáhaldarbyltingunni. Við kunnum að hlusta, við kunnum að bregðast við. Þjóðin þarf lýðræðis umbætur. Framsóknarflokkurinn vill aðgerðir núna.